Jarðsögutímabil eru tímabil sem að jarðsögunni er skipt upp í. Jörðin er 4,6 milljarða ára gömul, sem er ansi langur tími. Jarðsögunni er skipt upp í aldir. Við byrjum með það sem kallað er frumlífsöld. Síðan kemur fornlífsöld, miðlífs og síðan nýlífs. Frumlífsöldin og fornlífsöldin frumlífsöldin er eiginlega þegar lífverur eru að verða til og fornlífsöldin þegar lífverur eru mjög frumstæðar. Samt er þetta langstærsti hluti jarðsögunnar. Miðlífsöldin byrjar þegar eru 245 milljónir ár og nýlífsöldin þegar eru 65 milljónir. Það er ákveðnir atburðir sem verða til þess að við breytum úr einni öld yfir í aðra. Hér og hér klestu loftsteinar á jörðina. Hér deyr yfir 80%, bilinu 80-90% af öllum dýrategundum á jörðinni, en hér einhvers staðar á bilinu 60-80%. Hér koma risaeðlurnar fram í gatið sem myndast hér. Hér deyja risaeðlurnar út og spendýrin fylla upp í gatið, þannig að það eru risaeðlurnar sem lögðu mark sitt á miðlífsöldina en spendýrin í raun nýlífsöldina. Síðan skiptast þessar aldir upp í mismunandi tímabil og ég ætla að sýna ykkur nokkur. Ég ætla ekki að skrifa, þau heita palogen og neogen sem eru komin í nýlífsöldinni. Það er ekki tímabil sem við heyrum mikið talað um. Við heyrum meira talað um tímabilin sem miðlífsöldin skiptist upp í, sem eru 3. Þau eru Trías, Júra, sem er Jurassic á ensku, og Krít. Síðan eru það síðustu 2 tímabilin sem ég ætla aðeins að tala um í fornlífsöldinni. Það er mismunandi risaeðlur sem voru uppi á mismunandi tímabilum miðlífsaldarinnar. En fornlífsöldin, síðustu 2 tímabilin heita Perm og Kol. Kolatímabilið er það tímabil þar sem var gríðarlega mikill gróður á jörðinni og þau kol og olía sem við erum að grafa upp í dag voru að stærstum hluta til uppi á kolatímabilinu. Þetta er fyrir svona rúm 300 milljónum ára, 400 milljónum ára síðan. En þetta er svona stutt kynning. Þetta er miklu flóknara, það er þetta greina tímabilin lengra niður. Þetta er miklu flóknara. Þetta er svona stutt kynning á þessu hvernig þetta virkar.